Við hjartanlega komin í þennan þátt. Í þessum þætti ætlum við að tala um Noreg. Noregur er fallegt land og það er gáfaðasta fólk í heiminum sem býr í Noregi. Normenn eru gáfaðir en Íslendingar. Þeir eru skynsamir Íslendingar og þeir eru sniðugar Íslendingar. Noregur er fallegt land, miklu fallegra en Ísland. Og Normenn eru greindari og gáfaðir en Íslendingar. Íslendingar eru heimsk þjóð. Normenn eru aðeins gáfaðir en við. Ekki bara aðeins, þeir eru miklu gáfaðir en við. Noregur er það land sem er frábært. Það er æðislegt land. Þú veist, í Noregi býr fólk með viti. Fólk sem veit hvað er að segja, hvað það gerir. Þetta líka vont fólk, líka, annars í okkur. Allavega gáfað fólk. Normenn eru gáfaðasta þjóð í heimi. Það má ekki glemma því að Normenn eru miklu sniðugar en Íslendingar. Þeir eru bara betri en Íslendingar. Við litlu sætu Íslendingarnir erum ekki roð við stóru Norðmönnunum. Við erum bara písl með þessa þjóð. Við vitum ekkert, erum svo nautheimsk að það er ekki eðlilegt. Norðmenn vita betur. Norðmenn hafa gáfurnar í þetta. Við höfum ekki þessar gáfur sem Norðmenn hafa. Við erum ekki með þessar gáfur. Norðmenn eru miklu gáfaðir en við. Það er ekki til gáfaðara land en Norðmenn og Noregur. Norðmenn standa uppi. Við erum með niðri litli setjendur. Við gerum fullt af sögum og kvikmyndum og þásátum sem eru alveg sláð gegn. En þetta er öllu stolið frá Bandaríkjunum, Ameríku. Norðmenn gera þetta eigin sjónvarpsefni, það er allt hérna í hausnum á þeim. Meðan við tökum eitthvað frá útlöndum og gerum að okkar. Norðmenn gera það ekki. Það er allt frá hjartanu á þeim. Þeir skapa. Norðmenn eru hugmyndaríkir. Hugmyndaríkar en við. Það vantar alltaf hugmyndaríkt í Íslendinga. Og það vantar rosa mikið. Það vantar mjög mikið hugmyndaríki í Íslendinga. Íslendingar eru ekki svona rosalega hugmyndaríkir eins og mörg hérna. Hvar er hugmyndaríkin okkur? Engin. Við tökum eitthvað amerískt efni og gerum takti úr því. Þeir fá hugmyndirnar. Það er engin hugmyndaríki í okkar íslensku þjóð. Það er bara þannig. Í öllum sjónvarpsþáttum sem við horfum á. Þetta er eitthvað breskt eða amerískt sjónvarpsefni sem við erum að taka og gera okkar. Þeir gera þetta ekki. Það er allt í Noregi in the brain og from the heart. Svo reyniði ekki einu sinni að halda þið fram að Íslendingar sé eitthvað gáfaðir þarna. Nei. Þarna lýsir íslensku heimskunni mjög mikið. Þessi þáttur hérna, hann er þessi þáttur. Ekkert svo frumlegt nafn, en það eru Íslendingar ekkert frumlegir, svo Norðmenn, en það er svipaður þáttur eins og þessi sem heitir This Show, eða þessi þáttur, nákvæmlega. Ég reyni samt
Ég held ég sem er svona norskt hjarta. Þannig ég reyna að gera allt eftir mínu höfði. Og reyna að gera hér. Og mun gera það, örugglega. En þessi þáttur er bara fastur liður hérna hjá mér. Nú. Íslendingar eru svo langt frá því að vera frumlegir. Það er eitthvað bandarískan þáttverka. Já, gerum það svona. Nei. Norðmenn hugsa betur. Allt norskt efni er basically og algjörlega, takk eftir því það, algjörlega frá þeim komið. Þeir eru ekki að taka eitthvað efni frá hinum og þessum. Nei. Það er algjörlega frá þeirra hjarta, þeirra heila. Norðmenn vita hvað þeir eru að gera. Norðmenn eru skynsamir þegar það kemur að sjónvarpsgerð. Þeir eru ekki að taka bandarískt og breskt efni og gera að sínu. Íslendingar gera allt of mikið af því. Norðmenn, þeir vita meira. Noregur er fallegt land, fallegra en Ísland og Norðmenn eru gáfaðir Íslendingar. Við ættum að taka Norðmenn til fyrirmyndar og nota okkur hausinn og framlega sjónvarpsefni sem er algjörlega bara okkar. Eina efnið sem er sýnt í sjónvarpinu sem er algjörlega íslenskt er Stundin okkar og áramótaskaupið. Búið. 2 þættir. 1 þáttur sem er sýndur einu sinni í viku fyrir litla krakka og annar þáttur sem að gerir grín af því sem að gerist í þjóðfélaginu sem er einu sinni á ári. Það þarf miklu meira leikið efni fyrir börnum og miklu fyrir íslensku sjónvarpsefni. Íslensku sjónvarpsefni, ekki eitthvað bandarískt breskt kjaftæði sem við tökum frá bandaríkjum. Norðmenn, þeir gera þetta ekki. Þeir nota hausinn á sér, allt á hjartanum. Þess vegna gengur þeir svo vel. Og meðan við erum að taka erlenda þætti og gera bara svona okkar. Bara, Jesus Christ, akkur erum við ekki bara eins og Norðmenn? Notum hausinn á okkur. Það er það að segja, Íslendingar eru heimsk þjóð, meðan Noregur er gáfuð þjóð. Ísland heimsk þjóð, og Noregur er gáfuð þjóð. Það er bara þannig. Það er ekki að undirstreka þetta með þessum dæmi. Norðmenn eru alltaf svona. Nei, þeir eru ekki svona. Það er Íslendingar að Íslendingar. Það er heimskið, hvað gera? Norðmenn, já, gerum þetta. Og þetta er algjörlega frá okkar höfði og okkar hjarta. Ekkert eitthvað helvitis amerískt breskt kjaftæði. Þú veist. Og hvað er Norðmenn? Hvað er ekki merkt á Norðmenn? Vistu erum fann miklu á Norðmenn. Tobin Egner. Hvað gerir hann? Jú, dýrin í Hallskógi, Kardimonbærin, Kransum Baktus, allt þetta. Nákvæmlega. Snildin einn. Og hvað meira? H&M. Þetta er norsk verslun. Aha. Þetta er norsk fataverslun. Pælið í því. Hvað er Norðmenn líka með? Norðmenn komið með svo margt. Norðmenn eru mestu gáfnaljós sem eru í heiminum. Gáfasta þjóð í heimi. Norðmenn. Noregur er bara mjög fallegt land. Ísland er bara prump með þetta land, með Noreg. Bara öll lönd í heiminum bara prump með Noreg. Noregur er gáfað og frábær þjóð, besta þjóð í heimi. Norðmenn eru besta og gáfasta þjóð í heimi. Miklu gáfaðir en Íslendingar nokkuð tíma. Íslendingar er heimsk þjóð. Bara lifi Noregur. Þessi sem við sátt þetta næstu viku. Og bara lifi Noregur. Lengi lifi Noregur. Heia Norge.